Góðan daginn. Góðan daginn. Gleðilegt nýtt ár. Já, kom nýtt ár. Við ætlum að vera löngu búin að komnar. En maður á ekki að tala um það. Við erum mættar. Sko, út af dollu. Út af dollu. Já. Þins minnkaði næstum helming og svo fekk þins COVID. Já. Loksins. Síðasti bæinn í dalum. Fekk ég COVID. 3 árum seinna fekk ég COVID. Já. Og svo var ég í þessari minnkun. Erum við... Ég þarf ekki lengur að gera það onni buxnastrenginn þegar ég sitt. Og það er ekkert að prjóna alla peysuna mínu upp á nýtt. Það passa bara betur. Já. Fólk hafði miklar áhyggjur af því þegar ég fór í brjóstaminkunina. Það bara, alla peysuna hennar. Þær verða bara fínn á mig. Já, og fyrir utan það eitthvað lesa þurfa að prjóna nýja peysur, ég meina. Nei, ég er nú síðan í október held ég sé búin að klára 4 peysur á mig. Já. Ég er með ferðara hérna. Sumt er ekkert til sýnis. Já, ég er búin að prjóna 3 síðan í október. Já. Svo er ég með, svo var þetta hérna, jóladagatalið. Já. Ég er á degi 11 bara. Já, við erum að dúlla okkur í þessu. Þetta er hennar Ragnar, sjúklega fallegt. Því Ragnar, hún hefur ekkert að gera, hún var enga stund að þessu. Já, hún bara rúlaði þessu af. Ég held að þetta sé spurning um keppnisskap. Já, ég held það. Og ég gerði mitt í október og aðeins fram í nóvember. Já, þú ert bara svo mikið fyrirmynd, séðu. Já, ég hef náttúrulega þurft að vera á undan af því að ég var að hanna teppið. Já. En það er svo fallegt. Ótrúlega fallegt. En við erum mættar. Já, og við erum fullt af nýju dóti. Sko. Hvernig stendur á þessu? Bara í hverju einasta bloggþætti, þá er alltaf með fullt borðað einhverju nýju. Er þetta Ragnar sem er alltaf að panta eitthvað? Ragnar, hún panta svo mikið inn. Þetta er orðið svolítið. Ragnar er mín. Við komum þessu ekki endalast fyrir þetta, Ragnar. Nei. Búðin er að vera 2 ára. Já. Á mánudaginn næstu viku. Segjum betur frá því á eftir. Og þetta bara gerist með nýja verslun. Hún er í þróun með viðskiptavinunum. Þeir byrja. Maður svolítið að finna taktinn, hvað fólk er að sækist eftir og svona. Já. Og líka kannski fylla einhver gött í markaðinum. Já, ég veit það. Þannig að við séum ekki öll að selja það saman. Já, þannig að. En eigum að byrja á því sem við erum í. Í hverju þú? Herðu, ég er í Wednesday sweater eftir Petite Knit. Petite Knit. Já. Og hún er úr einföldu Supersoft og 2-földu Titikaka. Hún er dásamleg. Elskana. Þessi litur. Hann er svo sjúklegur. Ég bara taka það fram sko í buxum alveg eins. Já, allt í stíl. Erum við báðar nærból? Já. Ertu í nærból? Það er saga á baka þennan húmor, sko. Mér var alltaf svo heitt. En nú mér farið að vera kalt, þannig að ég er í nærból. Og í brjóstaldra. Já. Ok, allavega. En hún er sjúklega fín á þér. Ég er rosalega ánægð með hana og hún heldur sér alveg svakalega vel. Já. Það var mjög gaman að prjóna. Já. Petite Knit er samt með eitt sem ég er svolítið fyndið. Já. Það er alltaf, fitjaðu upp, slíktu frá. Prjónaði hér með frá, slíktu svo frá. Ég var bara endalaust að ganga. Já, hún er að móta hálsmálið, svona fínt. En þetta er rosa fínar uppskriftir hjá henni. Já. Þetta er fínt. Ofsa fínt. Stuttar umferðir á þess. Ég legg ekki meira á okkur. Nei, ég veit það. Og ég er í peysu sem heitir Karelia eftir Midori Hiroshi. Já. Minnum mig hún heitir. Hún er japanskur hönnuður og hann er alveg óbáslega fallega peysur. Og ég er búin að vera lengi með þessa á to-do list. En Og svo skemmtilegt að segja frá því. Já. Þetta er ekki saumað í eftir á. Nei, þetta er ofið, þessi blóm, þetta er blóm, þau eru ofin í leið og maður prjónar. Þetta var sjúklega skemmtilegt. En það er líka svo lógískt, í staðinn fyrir að vera að sauma þetta eftir á, þá þurfti hann að fara að telja allt saman. Já. En það er alveg bara, ok, nú er ég komin að hérna, þá ger ég og svo hérna. Já. Þá ertu alltaf í sömu röndinni. Ég veit það. Þetta var bara svona tjart eins og þegar maður er að gera tvíbanda. Já. Og ég prjónaði hana úr Aymara og þetta er svo mjúkt og
gott að vera í þessu. Þetta er 40% alpakka, 30% ull og 30% viskos, þannig að hún er ekkert neitt rosalega heit. Nei. Ég meira þess að fór í henni reyndar ekki þá í nærból. Ég fór í henni niður í Hofinn daginn á uppistand Já. og bara leiði rosa vel. Af því að einhvern tíðan hefði ekki þorað að fara í prjónaðri flík. Svo notaði ég í munstrið, bara afganga, ég notaði hérna klát frá Lang. Sem er sjálf munstrandi, þannig að ég var bara með eina hespu og tók niður. Og svo er þetta alpakka, silki og hör afgangur sem ég átti heima líka. Þetta er alveg brilljant líka í að nota afgangana. Afgangana í þetta. En við ætlum að hafa námskeið í að prjóna þessa peysu. Og þú færði eiginlega 3 fyrir 1 þegar þú mættir á þetta námskeið. Já, nefnilega. Það er út af. Við ætlum að leiðbeina þér að fara eftir enskum uppskriftum. Við ætlum að kenna German short rows, sem er stuttar umferðir, sem eru mikið notaðar í uppskriftum, og við ætlum að kenna þennan vefnað. Já. Þetta námskeið verður 17. og 18. febrúar, þið finnið það inn á heimasíðun okkar. Ég er með 2 önnur klár. Já, sýndu mér. Já. Ég er náttúrulega, af því að nýja garnið var að koma, við vorum náttúrulega klárar með peysur úr nýja garninu. Já. Af því að við erum svo mikið brillarar. Kannski náir bara í þær líka. Já, náði þær. Sýndu þú hvað að segja með hún á meðan? Já. Þetta er weekend hatt eða húfa eftir Petit Knit og hún er prjónuð úr Kaos, nýja merinógarnin okkar, 2 litum, haldið saman. En það er svolítið bröðl að halda 2 litum saman. Já, af því þá þarftu 4. Já, af því þá þarf maður 4. Okay. Af því að það dugði ekki 1 og 1. Ok. En svo hef ég séð sum að setja bara annan lit hérna undir, eða bakfið. Og þá myndi að sleppa. En ég vil segja, 1 og 1 myndi duga í Osloarhúfuna. Já. Það er nú. Það er nú nefnilega. En þetta er mjög flott húfa. Þó að það verið drepað. Gera 40 cm af stroffi. Af stroffi? Já. En ég held að þetta sé líka þetta er svolítið mindset. Já. Af því að ég var bara... Hvað gerði þú? Já, þetta er svolítið svona mindset. Því að ég ætlaði bara hausinn á mig sagði, ætla að skella í eina húfu fyrir búðina. En hann var ekki tilbúinn í 40 cm af stroffi, af því að yfirleitt er maður kannski kvöldstund fær með húfu. Ég hef ekki útprjónað, svona leys húfu, fitjaði upp áður í flög til Tenerife og ég var búin að fella af áður í lendi. Það er rétt. Já. Þannig að, þetta var ekki þannig verkefni. Nei, en þú gerði svolítið snetting. Já, ég setti timer á mig. Og verðlaunakerfi. Ég þurfti að prjóna í korter og þá mátti ég gera eitthvað annað í smá stund. Til dæmis að fara í símann. Já. Þannig að þá klarast þetta. Já, maður kann að gera svona. Já. En þú ert með hérna Kaos klár. Heyrðu, já, sko, þetta er úr sama garni, Sveina prjónaði þessa, snilli. Og þessi uppskrift er á Kaos líka. Já. Hún er úr 2-földum Hún er merinó. úr 2-földum merinófræðinum og 2-földum bröst alpakkafræðinum og þetta er alveg prjóna með 9. Þetta er kannski ekki ódýrasta peysan, en shit hvað flott. Nei, en það þurfti samt ekkert svo mikið í hana. Því hún er prjónuð á svo Grófa prjóna. Já, sko, mér minnir að ég fari með 4 og 4. Ok, það er ekki mikið. Nei. En mér gæti mismynd, en mér minnir það. Svo gerðum við úr grófagarninu, þessa hérna. Hún er úr chunky wool, og þetta er peacock-svettan. Peacock-svettan. Aftar hana, Lene Holme, Samsa. Og það fór 6 í hana, þetta er extra small. Já. En þetta mér setja svo brill við þetta garn, af því að svo loftmikið, að þetta eru 100 metrar á 50 grammunum. Já. En þú prjónar þetta eins og garn sem er kannski svona 70 metrar á 50 grammum. Já, af því þetta er sko, gefið fyrir prjónarstærð 5 til 8. Já. Þetta er 7. Já. En þetta kemur, ég er búin að prjóna þetta á númer 8 líka og það kemur rosa fallega út. Ég veit það. Verður ekkert götótt eða neitt. Nei,
Love it. Og það er smúð að prjóna þetta. Já, mjög. Engin slagsmál. Ég er að prjóna þessu líka og okkur finnst þetta æði. En kannski eina af stærstu ástæðunum fyrir því við tókum inn kaosgarni. Við verðum vel að láta vita því. Já. Það var hún hérna Inga Berglind, vinkon okkar. Já. Og hún sagði okkur frá þessu gaddfyrirtæki og við kíktum á það og bara fjallum fyrir því. Algjörlega. Og það sem við fjallum fyrir var litapaletan. Rosalega falleg. Það er eitthvað svona, loksins er komið eitthvað svona bjart og svona lifandi. Já, ok, það er sem kannski ekki. Nei, ég ætla að segja að þú veist, við erum líka samt með þessa hefðbundnu, skiljiði. Og svo er þetta, það er náttúrulega framleiðsluferlið á bakvið þessa ull er líka mjög vandað. Og þetta er lífræn, merino ull, það er ekki búið að supervass með höndlana, þetta er fair trade og bara... Getur næstu borða þetta. Já. Og þessi hérna, chunky ullin, hún er úr, þetta stendur hérna 100% Peruvian ull, en bakvið þessa Peruvian ull er blanda, eða sérst, er hérna cirka 50% merino og 50% Corriedale ull. Þannig þetta er rosa mjúkt. Hún er ótrúlega mjúk. Þannig að þú getur rauninni bæði nota þetta gadd fyrir alla léttlópa uppskriftir og álafosslopa. Já, af því að prjónfestan, þú nærði alveg hérna frá prjónastærð 5 og upp í 8. Þannig að þú nærði alveg, en það er ekki neitt. Nei, allavega ekki okkur. Nei. Svo þriðja gaddni sem við fengum frá og það tónar við alla litina í hérna... Og við það sem ég er í. Og það sem þú ert í. Þetta tónar við andlitið á mér. Þetta er bröst alpakka og þetta getur komið svolítið í staðinn fyrir mohair. Þannig að nú eru við konum með 3 svona leysþræði, svona meðþræði. Sem hægt er að nota með öðru garni til þess að annarkvort styrkja, mýkja eða hérna gera svona smá. Já, við erum með hérna náttúrulega mohairið okkar frá Ito og við erum konum með bröst alpakka og svo erum við Titicaca. Já. Þannig að hérna, og þetta er jafn mikið á þessum, það eru 225 metrar og 50 grammunum, þannig að þetta er rosalega drjúgt og það er hægt að prjóna þetta alveg á, þetta gefið upp sko frá 2,5 upp í 4. Já. Og ég er búin að pröfa að prjóna á 4 og það er bara... Já, það kemur mjög fallið út. Þú gerði þarna pröfu 3, 3,5 og 4. Já. Og það var óbúslega fallið. Og svo gerði ég líka með þessu tveinum saman, alveg upp í 5. Og mér finnst þetta tvennt saman, ofsalega fallið á 5. Já. Það verður svona létt og hérna, ekki beint gísi. Nei. En hérna 4,5 færði svona... En það sem ég finnst líka skemmtilegt við, flíkurnar verða léttar í þessu. Óbúslega léttar. Þannig að við erum rosalega ánægðar að vera loksins búin að fá kaosinn. Má ég sýna þeim hérna það sem er í uppáldið að minn núna? Já. Ætla að sækja pröfuna? Já, komdu með hana. Svo er ég líka með húna sína pröfuna. Já. Sko, þetta er Make It Tweed. Þetta er hérna fínþráður sem er svona örfít hérna. Og þegar þú prjónar hann saman við bara vennetkar, þú getur bara verið með þinn lopa, ef þú vilt. En gert hann að tweedgarni, séð. Þetta er svo skemmtilegt. Peruvian Highland, Cielo frá Holst og Merci frá hérna Fylkolana. Og bara með þessu. Þá bara, veistu, komið eitthvað allt annað. Þetta er eitthvað ranganflott. Já, svo fínt. Við erum að lufa þetta. Algjörlega brill. Og á einni eru 475 metrar á 50 grömmum og þannig til hans í peysu bara 2-3 ár. 2-3 ár, bara eftir hvernig peysu? Já, fyrir eftir hvað þú stór. Já, og eftir hvað peysan er, hvort þetta er kjólapeysa og á hvað prjónastærð og svo framvegis og svo framvegis. En við fengum líka fleiri svona fylgifræði. Já. Party. Sjáu þetta. Þetta er geggjað. Heyrðu, sástu það sem ég sendi í gær? Það var ótrúlega fallegt vesti, svona hérna klukkbránsvesti með svona þræði í. Paljettuþræði. Já, hvítt eða svona áfætt. Já. Svona, ég held að þetta er geggjað. Sko, ég reyndi bara að velja einhverju svona 2 svona
liti sem myndi passa, þetta passa með öllu ljósu Já. og fallegt með brúnu líka, þessi ljósari. Þetta er party deluxe. Já, og svo þessi hérna grá svarti og það sem er gaman í honum að þú veist, það fer eftir því hvaða lit þú myndir setja með af því að paljettarnir grípa litina, Já. þær eru þannig á litin. Þetta er svona eins og geisladiskar. Já, þær eru giltar í þessu ljósa. Já, og svo svona geisladiskar hérna. Já, þetta er, Passa með báðum. Þannig að, gott báðum megin. Gott báðum megin. Herðu, Já. það er eitt leiðskapni viðbót. Já. Ég skal taka tvær. Já, ok. Veldu þinn lit. Og þú tekur tvær. 1, 2 og búp! Það er alltaf búið að vera að spyrja svona hérna sjálfmunstrandi móher. Já. Þetta er geggjað. Og það er hér. Já. Við tókum nú bara 4 liti. Þetta er frekar dýrt. Já, en þú En þarft samt- miklu minna. Ég veit það. Þetta eru 50 grömm. 375 metrar. Já. Og það sem maður fer alltaf með minna af móher heldur en hinugarninu. Já, einhver lita vegna. Og með minni til hans eins og peysan hérna Guðlaugar, Mýþríl. Já. Það fóru 3 hérna dokkur Já, af þú þurft móher. 2 Þannig svona. að þurfti 2 svona. Já. Það er ekkert brjálega. Nei. Það kostar 4.790 hespan. 50 grömm, 375 metrar. Og þetta eru 70% móher og 30% silki. Það er ekkert gerfiefni eða önnur ull í þessu. Ef við fáum í þennan lit, nei. Er þetta þinn litur? Nei, heldurðu? Já, ég segi svona. Gæti verið. Hvað eigum við að segja fleira frá? Hvað ertu með á prjónunum? Nei, ég sína það? Já. Ég nefnilega var svo æst yfir þessu nýja tweet meðþræði. Þannig að núna er ég að prjóna. Reyndar sko, það er arvetta og svo er hérna Kashmir silkigat sem ég keypti í Pánu. Já. Ég var búin að prjóna með Sophie Scarf úr því, en svo setti ég hann á mig og ég var eins og fluffræði, ég gat ekki. Þannig að ég breytti þessi húfu. Sérðu hvað fínt! Gæti passa við það sem ég er í. Mögulega. Mögulega. Heyrðu, ég er bara láta ykkur vita. Þetta er á 3,5. Nei, hættu. Nei. Þetta getur stelpa. Er þetta 3. áslugúan þín? Já. Gaman að prjóna 3,5. Já. Heyrðu, það er sumt. Já. Svo, heyrðu, þeir sem tók þátt í hérna jólasamprjóninu, Claire-peysunni. Já, sko ég senkaði viku, það voru nokkra sem báðum auka frest. Já. En ég senkaði viku þannig að við draugum út velun eftir viku. Ok. En bara, halló, hvað Hvað margir tóku þátt? Við vorum bara, já það verður kannski 20 með 200 mann setna. Og það voru bara, oh my god! Hvað gerist? En peysan er líka æðisleg. Hún er algjört æði. Já. Og Ég kom ekkert með mína. Nei. Bara, já. Við tökum einhvern tíma mynda okkur í Claire-peysunum okkar. En ég er hins vegar að prjóna aðra. Já. Röndóttra. Úr Aymara-garninu, mjúka. Þessum. Með tights á móti til þess að gera hana aðeins þykkari. Já, og þetta er líka prjóna nr. 6. Já. Og Sitt hvað mjúkt. þetta er geggjað. Og þessa ætla ég að hafa án klaufa. Já. Mér sniðið nefnilega svolítið skemmtilegt. Já, sniðið er æðislegt. Og það er gaman að prjóna. Ég fekk að þær sem eru inn á hópnum okkar, og ég er ekkert að bæta inn á hópi núna, því að við erum ekkert lengur að selja. Ég verði ræktin í morgun sko. Ó, þú ert svo dugleg. Já, Þannig að við erum ekkert að bæta inn á hópi núna, en ég fekk leyfi til þess að þýða uppskriftina. Já. Ég reyndi að breytta henni örlítið, ég reyndi svona aðlaga hana að það sem mér fannst vera auðveldara. Það er það eina rétta. Já, þannig að ef ykkur langar að það prjóna þessa peysu, þá erum við ekki lengur að taka inn á samprjónshópinn, en við getum að sjálfsögðu selt ykkur uppskriftina og leyft íslensku þýðinguna að þýða með. Ef þið viljið. Það er ekkert mál. Sko, við fengum heimsókn fyrir svolítið síðan. Já.
með frábærar vörur. Já. Með kynningu hérna. Já, Og maður fattar þetta ekki hérna, hvað þetta skiptir máli. nei. Við erum að selja frá hérna Postel og ég Fyrirtæki sem heilsalan á bakvið þetta heitir hérna Eftirlæti og er á Sauðárkrók. Yndislega stelpur sem komu hérna og voru með kynningu. Og við ætlum ekki að sýna ykkur það sem við erum búnar að vera með. Við erum búnar að vera með ullasápuna Já. og hérna blettarhreinsirinn sem bæði var vinnur á bestur. öllu. Já. Ég fekk hérna mexikóskan rétt yfir hvíta prjónaða peysu, bara svona fluff í fangi. Já. Já. Þannig að þurrkaði bara hérna með blautu, nuddaði stiftinu, var ennþá í peysunni, Já. nuddaði stiftinu, svo bara litið býða öggu stund, svo tók ég bara blautan klút aftur, sér ekki á henni. Nei. Ég svo að setja hann í þvó. Nei. Veistu það brill. En það sem við ákváðum að gera núna, við tókum inn alla línuna. Það er svo mikið fallið. Heyrðu, og ef að dýr eða ung börn komast í þetta og éta þetta, Já. skiptir engum mál, Nei. þá þurftu bara ekki að hafa kvöldmat. Nei. Það Þetta er sætt. Já. Nei, þetta eru allt hérna lífrænar, eða sérst náttúrulega vörur og það er engin eiturefni í þessu. Getur þess vegna étið þetta. Já. Þannig eins og hún segir, þannig að ef það er. Þannig þetta er svona skrúbbur. Hvað góð lykt að þessu. Hún er sjúkleg. Þetta er svona sítrónskrúbbur til að, þú veist, ná svona hérna, ég myndi nota þetta á vaska og baðkarið og svona bara það sem eru erfiðir blettir. Já. Þetta er svona svolítið eins og maður myndi kaupa þarna, ég muni það. Ræstikremið. Ræstikremið. Já, sem rispar allt. Já, og fullt af eiturefnum. Þetta er það, nema bara náttúrulegt. Já. Svo er þið með sko klúta og hérna svona bursta líka og þetta líka allt, þetta er úr kókosnetu, dóti og hérna, dóti. Já, kókosnet og dót. Já, bómulladót hérna. Já. Bómulladót, sjáu þetta ekki? Já. Þetta er bómulladót og þetta er úr, hvað er þetta? Þetta er eitthvað sem hérna brotnar síðan niður í náttúrunni. Já. Þannig að það, hérna, þetta er svona klútar, eldhúsklútar til dæmis. Og margnota en á endingu má bara þeir orðnir þreyttir. Þá bara setja við lífrænar Já. Svo fengum við þessa sápu hérna. Núðlurnar er svolítið kallað. Já. Finnst þú svolítið eins og grjón samt? Þetta er svolítið eins og grjón. Ekki taka feil á þessu á hrísgrjónum. Nei. Sjáu þið. Og þetta er bæði í þvottavélina og til að þrífa. Þannig að hérna... Sér. Bara svona. Bæði fyrir þvott. Og svo er gefið upp hérna á hliðinni, magnið og allt. Já, og til að þrífa. Og svo erum við með, frá þeim líka, Krukkurnar. Já. Þess að setja Og skeiðin fylgir með. Ef maður vill. Þetta er svo gorgeous. Beautiful. Þannig að við erum komin alveg með heila hillu í búðinni hjá okkur bara með Postel-vörunum. Nú getur bara alveg verið örugg og hrein. Já. Já. Það er svo langt síðan að við vorum hérna. Við erum endalaust að sýna eitthvað nýtt. Já. Við hérna vorum búin að bíða svolítið lengi eftir samstarfi við hollenskt fyrirtæki, stelpur sem eru í Amsterdam. Heldur að ég sé ekki að fara í Amsterdam og mögulega hitta þær bara núna fyrirferð? Nei, hæ. Nei. Það beðið heilsa. Já, ég skal skila því. Þannig að við erum með svona verkefnatöskur. Þórun að senda skilabóð, hún vil vera með. Ó. Mertar okkur. Þær eru geggjar. Af því að þær eru úr hérna, svona canvas, svona striga. Það eru svo stífar Já. að þegar þú ert með verkefni onni og þú ert kannski að prjóna og dokkurnar onni, þá stendur hún. Hún er ekkert að detta á hliðina að verða lin eða neitt. Fengum hana í 3 stærðum. Þetta er medium. Whoops. Þetta er small plus. Og plussin þýðir að það eru vasar inni. Og svo fengum við svona cuties. Já, svona líka. Það er svo sætar. Þessar eru svona Sveina. fyrir Sophie scarf eða fyrir sveinusja. Já, eða fyrir vettlinga og sokka. Húfur, sokka eða eitthvað svona ungbarnadót. Já, og eða bara svona fylgiluti. Já, svo má líka
bara setja varlit og maskara og svitalykta eður eitthvað svona. Og fara með þetta á græna hattinn. Já, eða bara í ræktina, krakka. Já. Hvað segir það? Er þetta nýja ræktataska þín? Hörðu, fleira nýtt. Já, svona smá hlutir. Já, Þetta er komið aftur Já. og nóg að því. já. Lykkjusnúrurnar í gatningaangilitnum. Þetta eru 5 metrar á 650 krónur. Yes, Þannig að hérna, very good. very good. Svo fengum við fleira frá Go Handmade. Og við ætlum að taka þetta úr plastinu. Já, ég veit, þetta er rosalegt. En við getum nú endurnýtt þessu boka undir tölur eða eitthvað. Já. Þannig að þetta eru svona lykkju, Marglitar Já, og gylltar. Er ekki gylt og silfur, mér sýnst það? jú, gylt og silfur. Og brons. Ó, Já, eitthvað svona, fancy. Svo fengum við svona, opna þetta, er nefnilega svo snið. Já. Þetta er að sjá hvað, já, það er rétt. Þetta er brilljant. Þetta er svona umferðaheljari. Byrja hérna og kannski gera 10 úrtökur, þá bara færir þetta alltaf í hverju umferð. Eða hverju úrtöku. Já, menna. Alveg brill. Eða kannski eftir með 8 umferðir á milli úrtaka. Já, þá Þetta eru nota þetta líka. Já. Já. Þannig að þú færir alltaf einn hring. Og svo ertu smart í leiðinu. Já. Svo er búið að spyrja mikið hérna, það sem við vorum með frá Coco Knit, viðgerðar, það sem er svolítið eins og hekklingar. Já, til þess að taka upp lykkjur. Taka upp lykkjur eða lykkjufell og eitthvað svona. Og við fengum svoleiðis núna frá Go Handmade líka. Nema þetta er lyklakippa í leiðinni, ef vill. Svo er líka hægt að bara festa þetta við Töskuna sína. töskuna sína eða bara geymið í þessum poka. Og vippa þessu upp þegar það er að laga. Já, þetta er svo sætt. Já. Við erum búin að fá hellingan í tölum. Það var aldrei verið eins mikið úrval af tölum. Já. Og ef að það er ekki til talan sem þú vilt, þá þarft hana ekki. Nei, það var bara ekki til. Þú veist. Já, ok. Já, svo fengum við Fleira fengum við frá Rico. fyrir svona cuties. Ef þú átt annarkvort einhver lítill sem langar að byrja að sauma út eða kannski bara einhver fullorðinn sem sér orðið illa en langar að halda áfram að sauma út. Það var þetta alveg ótrúlega sætt. Sko ég pantaði 2 típur, svo Já. láta hann ekkert vita, þú veist, ég held að það hefði komið báðar, en það kom bara kanina núna. Það líður ekki á löngu þá til að þið þóru ekki annað en að hlýða okkur alltaf. Nei, ég veit það. Heyrðu, svo er nefnilega eitt. Nú ætla Já, nú er, nú byrja nýtt ár já, og og Já. maður byrjar alltaf með svona good intentions. já, Og það eru rosa margir sem eru búin að koma og manstu ég keypti daginn hvað var það? Það var hér, held ég, og ég spyr, hvað gat maður það? Ég man það bara ekki, býtu, þá segjum við það fólk. já, Þá erum við með ráð undir rifi hverju. Þetta er þarfaþing fyrir þá sem prjóna mikið og halda þér muni allt. Já. Það bara er ekki þannig, nei, svoleiðis er það. já, Þannig að þá getur þú skrifað niður verkefnið þín mhm, og prjónastærð og magnið og hvað garnið heitir. já, Þannig að þá ertu bara með fullt af plásið í hausnum fyrir fullt af öðrum óþálu upplýsingum. því að þessar eru skrásettar. Já, Ég er nefnilega ætla að taka mig á í þessum. ég veit það. Ég gerði þetta, mér langar að segja 2019, Já, frekar en 20, og skrifaði ég niður allt í bók. En mér fannst bókin kannski ekki alveg henda mér. Já. Þannig að ég er bara með svona bullet planner og sem þýðir að þetta er bara auðasíð, að það reyndar svona litli punktar sem sést alla. Æ. Þannig að ég er að, eftir að klára að skrifa upplýsingar hérna, þannig að ég er að vinna þetta svolítið svona. hún er að leita rétt að pennan. Herðu, ég er búin að kaupa þá. Að það? Ég bara legg ekki meira á þig. Ég get sagt þér það. Í alls konar litum. Ó, en falleg. Já, Kirkju, hvað er þetta? ég veit það. Æ. Og og svo ekki nóg með það. Ég keypti mér svona lítinn prentara sem tengist við síma minn. Þannig að ég prent út svona litla myndir. Fyrstum við kannski að selja svona í búðinni? Nei, ég spyr. Nei, maður, þetta, En við seljum svona límband, svona Já. washi tape. Já.
Það er hérna undir. Já. Við eigum 5 mismunandi, það er hægt að kaupa heila pakningu. Þannig. Æðisleg. Já. Og svo eigum við þessa hérna líka sem eru svona laufblöð. Þá getur við annars gert einhver mynd eða sett við eitthvað. Já. Þannig að good intention hjá mér. Ég er byrjuð. Ég er stolt af þér. Jöp, og ég meira þess að verkefni sem ég er að prjóna núna. Er það komið í? Nei, það er bara gatnið Já. komið í, sko. Þannig að ég er svolítið, Ég er stóð dugleg. ég ætla að vera duglega að skrásetja Já, hana. já. Fleiri útsendisvörur voru að koma frá hérna, ég var bara einhvern veginn Já. komin út úr myndinni. Já, bara, Það hefur svolítið verið spurt hangklæði til að sauma út. Já. Vegna þess að þó við séum að selja alla þessa borða, afsakið, já. þá eru þeir bara hvítir. Já, og líka bara, þá þarfst að fara að sauma það á Já. handklæði. Og en hérna erum við bara með tilbúin handklæði. Við erum bara með svona lítið gestahangklæði. Útsaumurinn hér. Já, fellega sætt. Og við erum með stór hangklæði, eða þú veist svona. Já, svona. Það er alveg hægt að þurrka sér á sig. Já. Meter sinnum 50 cm. Já. Og svo fengum við ofboðslega falleg Viskast. viskastykki. Þannig að ég held að sé hérna það er svissun á verðinni hérna. Dút. Ertu viss? Já, Ótsæ. þannig að viskastykki var svolítið dýrara heldur en það kostaði rúmar 2000 krónur. Þá er bara einhver búinn að græða. Já, rúmar 1100 krónur. Já, það er alltaf leið. Æ, ég skeitur på bak. Nei! Þannig að þetta er bara, við erum ótrúlega ánægðir með þessa viðbót. Mjög. En þetta er eitt af því sem við erum alltaf að reyna að hlusta á kúnnan. Já, Og svo hefur verið gaman að koma hérna og fólk geti fengið þess að við. já, en svo er afmæli. Og við eigum afmæli á mánudaginn, þá verður búin 2 ára, Já. en við ætlum að fagna með ykkur, kúnnanum okkar, Í 3 daga. alla helgina. Og þeir sem versla á netinu, þá eru þetta 4 dagar. Ó já, Föstudagur, laugadagur, sunnudagur, og mánudagur. Búðin er lokað á sundaginn, bara segja. Já, 20% afsláttur af öllum vörum Já, í búðinni. já. Ég held að sé ekkert undanskilið, Nei. en það er eitt, við erum í smá brasi með netverslunina og við erum að reyna að halda öllu þar up to Inni. date. Og líka geðheilsunni bara. Aðalega henni kannski, Skoti. en það er pínu pirrandi að vera búin að setja inn og við til dæmis neyddumst til að hækka verðin á prjónunum hjá okkur núna. Vegna þess að við getum ekki endalaust gefið þá. Nei. Og þá hefðum við til dæmis ekki getað að vera með afslátt á þeim, vegna þess að þá hefðum við ekki fengið neitt fyrir Nei. að selja prjónuna. En ég til dæmis, hringprjónundir eru ekki inn á, þetta er alltaf halla hérna. Er það, erum við bara... Já, engar ekki. Hringprjónundir eru til dæmis ekki inn á netverslunum núna, vegna þess að þegar ég var búin að uppfæra, við erum sem sagt með kassakerfi og svo erum við með netverslunina og þetta á að vinna allt vel saman. Þeir eru ekki góði vinir. Nei. Þannig að þegar ég var búin að uppfæra allt inn á reglu, þá á það að uppfærast inn í Shopify sem er netverslunin, nema að þá voru allt inni búnir til auka flokkur inn á Shopify sem aftengt, bla 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 bla. Það er similega. Já, við nefnum ekki að segja frá þessu. Nei, Þetta það var bara hundleiðilegt. rosalega leiðilegt. Þannig að til dæmis er þetta og að kaos er komið inn á netverslunina, en allar hina nýju vörurnar eru ekki komnar þangað inn. En það má alltaf hringja. Já. Ef það er eitthvað sem þið hefur heyrt eða Já. séð eitthvað og það er bara alltaf velkomið að hringja. Þá bara hringið þið. Ég skal reyna að passa Já. hleðsluna á símanum. Já, það hefur komið fyrir að hleðslan hefur runnið út. Það er svo mikið að gera! Og svo til dæmis vorum við búin að láta starfsmenn í 2 löndum vera að gera dauðaleit af sendingu til okkar Það er bara fengið skilabóð bara hérna. í búðasíman. Já, engan tölupósteini, bara SMS í búðasíman. Já, Ég læk ekki meira. þú átt sendingu hjá Eimskip á Akureyri. Getur þú koma á sótana áður en við sendum hann tilbaka? Ítrekkun. Já. Ertu nokkuð að gleyma þér? Þú átt send. En voru búin að segja frá dúskunum? Nei. Eitt en, Já. svo hættu við þessu bylli. Heyrðu, nú erum við komið, það er nefnilega margir sem vilja ekki lífræna dúska.
sem vilja ekki ekta dúska. Og Ekki, já. ég skil það alveg. Já. Og það er bara frábært að geta keypt fallega. Það þarf aðeins að Það þarf aðeins að greiða þeim. Af því þeir voru í plasti og lágu svona allir saman þétt og svo góði vinir. Þannig að það þarf aðeins að dúlla í þeim hérna. Það er grár og bleikur og svartur. svartur. Og við eigum náttúrulega brúna og hvíta í tveimur stærðum í ekta dúskunum. Já. En þessi eru rosa góðu verði. Já, þessir eru nefnilega á 990. 990 krónur. Og við eigum eftir að taka fleiri liti. Já. Það er bara Alveg. ég vildi bara sjá hvernig þessir Já. væri að koma Að út. því nefnilega einu sinni pöntuðu við. Í nokkrum litum. Já, og þeir já. Þeir fóru aldrei fram í búð. Þeir voru voru rosalega hræðilegir. ljótir. Alveg hræðilegir. Heyrðu, ég held að ég sé búin að segja frá allir. Ég held það eiginlega líka. Já. Við þurfum að opna búðina. Við ættum Já. að vera búnar að opna búðina. Það er nú eins gott að það er enginn á hurðinni, Jesús. Nei. Ha. Ég held nefnilega, nú vita allir að það byrjar afsláttur hjá okkur á morgun. Já, ég hugsa við séum bara að fara að dóla okkur í dag. Kannski ég tíma til að prjóna og fylla á tilboðsvagna. En það má koma í heimsástur og bara Já. allir. Bara, Við erum að fylla á tilboðsvagna. Eitthvað sem við erum hættar með. Við erum ekki bara að tala um gatt, við erum að tala um alls konar fylgjuleiti. Já. Þannig að það verða rosa góð tilboð helgina. Já. En herðu, við erum Já. konar aftur og við erum búin að hlaða í eitt þátt. Já. Við erum rosa duglegar. High five. Æ. Takk fyrir að hlusta á byrjuð í okkur og sjáumst. Bye.